Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Bláskel og franskar, belgískar. Byrjum á því að við þurfum bláskel og setjum salt í vatn og látum bláskelina standa í hálftíma. Heitir ekki alveg örugglega bláskel? Við sjáum til, ég googlaði eftir, ég er í sóninu núna, ég get ekki hætt núna. Hún drekkur inn saltvatnið og spýtir út sandi og eitthvað sem gæti verið í bláskelinni. Mjög sustainable fyrir heiminn, af því að bláskelin hreinsar í rauninni vatnið og er eiginlega bara rosa gott að elda þetta allavega einu sinni í viku og svo er þetta bara frekar ódýrt sko. Ætti að vera það allavega. Það sem þarf í þessa uppskrift: hvítlaukur, lárviðarlauf, 1 laukur og sirka 500 grömm af bláskel á mannesku. Þetta er engifer, svartur pipar, chili, selleri og peterseili, sem ég man ekki alveg hvað er á íslensku en ég skrifa það yfir. Þetta er súper einfalt og geggjaðslega gott og mig langar að þakka frænda mínum, honum Sigga galdramanni á Hólmavík, fyrir að kynna mér almennilega fyrir bláskel. Hann gerir bestu bláskel á Íslandi. Hann gaf mér uppskriftina, ég get ekki gert hana. Fyrir að fyrsta, þá er þetta fjölskylduleyndarmál, en hann gerir hana bara svo miklu betur. Þannig að ef þið eru í kringum Hólmavík, farið á galdrasafnið á Ströndum, fá ykkur bláskelar. Allavega. Þá byrjum við á... Alltaf gleymi í einu. Þið munu komast að þessu í næstu þáttum að ég gleymi einu. Og bjór, triple karmelít. Ég veit að þessi fæst á Íslandi, hann er rugldýr, hann er líka 8,4% og er ruglgóður líka. Hann er ógeðslega góður þessi bjór. Hefur margoft verið valinn besti bjór í heimi, þannig bjór. Byrjum að hreinsa bláskelina. Það er svona skegg á bláskelinni sem ég takið bara svona hníf og dragið skeggið upp á móti bláskelinni. Og það geti líka þrifið þetta en það getur alveg verið. Allar skellar sem eru brotnar viljum við ekki og þær sem fljóta viljum við ekki heldur því að þær eru dauðar. Og allar þær sem eru opnar viljum við ekki heldur nema að við töppum hérna ofan á og hún byrjar að lokast. Þá fær hún að vera með. Brotin, kjörstu með hana. Þetta hérna, þetta er alveg í lagi. Bláskelin dregur í sig saltið. Ég ætla bara að henda þessu vatni. Skella þessu bara út í vatn á meðan ég preppa restina. Hnífur, borð. Ekki borð, heldur skurðarluti. Fyrir mig einan er einn svona styrkur alveg nóg og svona mjög þunnar sneiðar, bara alveg svona þunnar. Ef þið fílið ekki selleri, sem svo margir gera, setjið samt selleri. Sjáu hvernig ég er að skera þetta, ég veit það ekki. Já, alltaf þessi putti hérna sem ég nota sem guide og fer síðan bara, ég nota puttan sem svona vegg, svona,
og færi mig síðan alltaf örlítið og ýti honum fram. Þannig að þess vegna er ég ekki hræddur að skýra í puttan á mér. Nema þumalputtan. Þumalputtin vill oft vera svona úti en chili. Gerum það sem að ég ætla að halda sæðinu. Fræjunum í. Þau eru svolítið sterk. Svo er laukur. Ég ætla að nota bara hálfan lauk. Og ef krakkarnir ekki að fara eitthvað að væla yfir því að þessi laukur í þessu, hættið að hlusta á það. Laukur er geggjaður. Ég ætla ekki að setja 3. 2 er nóg fyrir mig einan. En 1 væri alveg yfirdrifinn á. En hvítlaukur er mjög hollur fyrir þig. Ginger, eða engifer. Það þarf nú ekki að fara mörgum sögum það að engifer er mjög hollt fyrir þig. Ég nenni yfirleitt ekki hvað sem að píla, skrælla engifer. Þetta ysta svæði langhollast nema þetta sé eitthvað ógeð. Búið að spreyja á þetta eða eitthvað. En ég ætla að treysta á það að það sé ekki búið að spreyja ógeð á þetta. Herðu, ég er búinn að skera allt sem skera þarf. Og í rauninni þá er það bara þetta. Enn og aftur gleymi ég. En þið hljótið að venjast þessu. Þannig er ég með parsley eða peterseili eða man ekki hvað þetta heitir á íslensku. Við þurfum að smá að því. Sko, ég ætla að nota þetta til skreytingar. Og bara svo þið vitið að það er ekkert heilagt í eldamennsku. Ég trúi því ekki allavega. Að það má blanda öllu saman. Það er bara að pröfa og klúðra. Ég klúðra svo mörgu. Snæbjörn, vinur minn, hefur fengið að finna fyrir því svolítið. En ég held hann hafi ennþá trúa mér sem kokki. En það er ábyggilega bara út af því að mér finnst gaman að pröfa og klúðra. Það er ekkert að því að klúðra þess. Næsta dagskrá er að bara fara að elda þetta. Ég hef notað þetta mikið og þess vegna, þetta er svolítið skítugt en þetta er bara stúdíóð, sko. Hárhiti. Panna á. Þetta er svona sérstakur, þurfið ekki svona sérstakann pott, hann er svona. Þurfið ekkert svona sérstakann pott, en þetta er svona, hérna í Belgíu þá servera þeir á restaurantunum svona, í svona pott. Ég skal sýna ykkur af hverju eftir. Við byrjum á því að setja ólífuolíu, ágætis slata. Fá smá hiti í þetta. Það er samt að henda einu lárviðarlaufi í á sem tippar. Og svo, eins og ég sagði áðan, þá er nóg af salti í bláskelinu sjálfri. Sjávarbragðið, það þarf að skína í gegn. Núna, ef þið eru að gera franskar, þá myndi ég setja franskarnar í annað skiptið. Fyrsta skiptið áttu að gera áður en þið byrjuð og núna myndi ég setja franskarnar í annað skiptið.
Mýkjum aðeins upp í þessu. Þetta verður orðið mjúkt og gott. Að setja atriðið hérna í ofan í. Svo er það bara það er alls ekki þetta allan bjórinn úti, sko. Það er bara að setja bara svona tæplega hálfan fyrir svona laga. Svo skellum við lokinu á og lefum þessu bara að stíma og lefum þessu að hvað segir maður, stíma á íslensku. Ekki stíma eins og skip heldur, eða bátur, heldur gufusjóða upp úr bjórinn. Og þá mun bjórinn svona aróma eða lyktin af bjórnum taka þátt í bragðinu. Reyna að opna pottinn sem minnst til að halda gufun inni. Í rauninni það sem við bíðum eftir er að hver einasta skel hefur opnast. Skelarnar rétt að opnast. Tökum pottinn af. Mænas franskar. Mussels from Brussels. Þetta er ekki flóknara en þetta. En þetta er ekki flókið. Og ég var alltaf skíthræddur við bjórinn skín alveg þannig gegn. Ég var alltaf svo hræddur við bláskjölinn, ég vissi ekki hvernig átt að borða þennan bláskjöld. Og þetta er ástæðan fyrir að þeir eru með þennan skrýtna pott hérna á veitingastofunum út í því að þarna eru þau bara með. En þá tekum við bara skel og opnar hana svona. Svona. Svo bara Svo franska með. En allavega, takk fyrir að horfa. Svo það verður gott ef þið myndir læka, deila og kommenta og sýna öllum heiminum hvað ég er að gera. Það myndi hjálpa mér og mér langar geðveikt að halda áfram. Mér finnst þetta ógeðslega gaman. Fá að hanga þarna upp í stúdíu og vinna þessu. Ásamt því að vinna að öðru sem ég er að gera. En hérna, já, takk.